ekki séð að við eigum lengur þess kost að hafna þessum samningi og leggja á þann fjallvegg sem bíður okkar ef við ætlum að ignorera kúganir Breta og Hollendinga og kúganir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, þá blasir það við mér að heiðin orðin ófær. Það of seint. Við gátum lagt á heiðina í sumar, við getum það ekki lengur. Hér verið að gera það besta úr málinu sem mögulegt Þeir sem fengu það í fangið, þeir sem fengu það verkefni að leysa það, að gera sitt besta í málinu sem mögulegt lengra verður ekki komist að mínu mati. Og það mín bjargfasta sannfæring að svo lausn sem hefur náð núna, sem við erum að ná núna í deilunni við Breta og Hollendinga, sé mjög ásættanleg fyrir Ísland. Við erum í það minnsta, háttvirtir þingmenn, komin óravegu frá því sem lagt var með upp hér fyrir ári síðan í viðræðum á milli íslenskra stjórnvalda og erlendra. Og það hugmyndir sem þá voru í gangi, þó að það hefði ekki verið komið samningur á, það hugmyndir sem þá voru í gangi á þessum dögum fyrir ári síðan, við erum komin óravegu frá þeim leiðum. Það himinn og haf þar á milli, sem betur fer. Sem betur fer himinn og haf þar á milli. Þannig ég tel að nú sé komið tími til þess að við förum að klára þetta mál. Það verður ekki farið lengra með það. Það orðið ásættanleg lending í þessu og þingmenn eiga að taka afstöðu til málsins núna, afgreiða það út á borðinu og mynda rými fyrir önnur og brýn mál. Það nóg að taka, virðulegur forseti. Ég kveinka mér ekkert undan því hlutskipti sem mér hefur verið falið í þessum efnum. Ég hef einfaldlega algerlega sannfærst að þetta mál verðum við að leiða til lykta og það því fyrr því betra. Það misskilningur að við eigum þann kost að draga það. Í viðaukasamningunum eru ákvæði að Íslendingi ljúki við sinn hluta málsins í nóvembermánuði, greiðsluskylda Innlánstryggingarsjóðs orðin virk og þar fram eftir götunum. Háttvirtur þingmaður ekki áhyggjur af því að núna 30. nóvember höfðu samkvæmt því samkomulagi sem liggur fyrir hafði verið gert milli Bretlands og Hollands að þessar þjóðir telja sig geta gjaldfellt alla þá upphæð sem að fjármálastofnanir ríkissjóðir þessara landa greiddu út til innstæðueigenda í bönkum viðkomandi landa þegar við hrunið. Virðulegi forseti, ég held því að nú sé komið að leiðarlokum í þessu máli. Við höfum gert það sem við höfum getað gert. Við höfum leitað þeirra bestu samninga sem hægt að ná. Við höfum tekið í það langan tíma í sumar og haust að bæta úr þeim ágöllum sem komu fram á upphaflegum samningum í ljósi athugasemda sem hér komu fram í hinni þingræðislegu meðferð. Við höfum í kjölfarið náð viðaukasamningum sem að gera réttarstöðu Íslands fullkomlega ásættanlega. Áhættan af því að samþykkja ekki þennan samning miklu meiri. Tjónið af því að samþykkja ekki þennan samning getur orðið gríðarlegt. Virðulegi forseti, hverjir eru valkostir við þá samninga sem undirritaðir hafa verið og bíða staðfestingar Alþingis? Einn kosturinn sem nefndur hefur verið að neita ríkisábyrgðinni og vísa Bretum og Hollendingum á íslenska dómstóla. Annar að hafna þessum samningum og freista þess að ná nýjum og betri. Allar líkur eru á að hvor leiðin sem muni hafa það í för með sér að viðsemjendur okkar leggi fram ýtrustu kröfur og niðurstaða fengist eftir langan tíma sem væri óhagstæðari en sú sem nú býðst. Og ég þakka samninganefndinni sem náði að knýja fram þessa góðu samninga á ömurlegu máli sem ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingar fékk í arfleifð frá fyrri ríkisstjórnum. Þetta voru þeir samningar sem best var hægt að ná fyrir Ísland og ég segi að sjálfsögðu já við því.
Ég segi já og þó fyrr hefði verið. Virðulegi forseti, frelsarinn þurfti að bera syndir mannanna. Eins verða ábyrgir og heiðarlegir Íslendingar að axla syndir útrásavíkingana og pólitískra meðreiðarsveðurna þeirra með því að taka pólitíska ábyrgð á Icesave-reikningum Landsbankans. Við sem þjóð verðum að ávinna okkur traust að nýju í samfélagi þjóðanna með því að axla þessar skuldbindingar og drekka þennan beiska kaleik þó þungbært sé. Öðruvísi verður lítt ágengt í því að reisa við efnahag landsins og skapa okkur trúverðugleika meðal siðmenntaðra þjóða. Ég segi því já og þó fyrr hefði verið. Frú forseti, það að mínu mati ekki forsvaranlegt að við setjum alla endurreisn í þessu landi í frekara uppnám vegna þess að á hverjum degi erum við að glata verðmætum tíma fyrir fólk og fyrirtæki í þessu landi. Almenningur okkar vill hefja endurreisn og við erum ekki að þvælast fyrir. Brennuvargarnir eiga ekki að flækjast fyrir slökkvistarfi. Ég segi já. Virðulegur forseti, hér liggur fyrir samningur sem á sér upphafi í skuldbindingu stjórnvalda frá því fyrir ári. Hér í þingsal eru frjálshyggjumenn sem hvorki vilja borga vexti né skuldina að fullu. Það segir allt fjármála ábyrgð íslenskra kapítalista, fyrr og síðar. Frú forseti, ég óska frjálshyggjuöflunum og sérhagsmunasinnum velfarnaðar í stjórnarandstöðu næstu árin og áratugina. Ég segi já. Stjórnarandstöðuflokkarnir eru í djúpri afneitun, svo alvarlegri að þeir hafa notað 180 dýrmætar stundir þingsins til að berja höfðinu við steininn, því þau vilja ekki horfast í augu við afleiðingar gjörða sinna. Ég segi já við þessu þungbæra frumvarpi en ég vonast jafnframt til þess að þingmenn í þessum virðulega sal fylki nú liði með þeim okkar sem trúum á bjarta framtíð íslensku þjóðarinnar. Þingmaðurinn segir já. Icesave-reikningarnir endurspegla ofmetnað fjárglæframanna sem að fengu að leika lausum hala þar til spilaborgin hrundi. Þetta eru nauðungarsamningar. Ég tel þessa leið sem að hér er lögð til vera svo þá leið sem að við getum helst stuðst við til þess að komast út úr þeim vanda sem að við búum við og því segi ég já. Frú forseti, ég greiði þessu frumvarpi atkvæði og ég mæli með því að það verði samþykkt vegna þess að það er bjargföst sannfæring mín að það sé betri kostur fyrir Ísland og það fyrri meira tjóni en að gera það ekki. Í krafti þessar sannfæringar minnar þá greiði ég atkvæði með góðri samvisku þó ég viðurkenni leið að því fylgir þung ábyrgð. Undan þeirri ábyrgð víkst ég ekki. Ég hef ekki eytt tæpum 27 árum ævi minnar hér til þess að víkjast undan ábyrgð eða flýja það að taka erfiðar ákvarðanir þegar þær eru óumflýjanlegar. Ég hef engan mann beðið og mun engan mann biðja að taka neitt af mínum herðum í þessum efnum. Ég trúi því að sagan muni sýna að við séum hér að gera rétt, að endurreist Ísland sjálfstætt og velmegandi í samfélagi þjóðanna muni sanna það, muni verða sönnunin. Ég mun reyna að leggja mitt af mörkum að svo verði meðan lífsandinn höktir í nösum mér og ég má vinna Íslandi nokkuð gagn. Are moving, oh, looking for a new place to drive.
charming. Sweating dewdrops glisten fresh in your sight. When the sun drips down.